Það að detta inn. Þú telur niður dagana, þannig að þú kemst beður og hann í Nauthólsvík. Ég er líka búin að sko máli, ég menntaði veðurfræðingur. Já. Og löngu þetta. Málið þetta ekki flókið. Veturinn búin að vera viðbjöður. Já. Það eitthvað versti vetur í sögu Íslands. Af hverju? Af hverju? Það bara verið út eitthvað nýlega. Já, það um bara verið. Bara snjór, sem fer hann daginn eftir. Kemur aftur. Já, búið að vera svo derfið vetur, það rétt. Maður að viðkennast. Þannig að það er fint að ég er búin að reikna út. Sumari verður besta sumar allar tíma. Mér finnst það náttúrulega góð regla. Ef við fáum erfiðan, þú hjálpir. Ef við fáum erfiðan vetur, þá erum við að fá gott sumar. Já, og við líka síðan 2 sumar hafa verið shit. Já, þau var sökka. Þannig að við eigum skili gott sumar, pluss að vetur hann viðbjöður. Þetta sumari verður rosalega. Ég bið bara ágætis vor, þá ég nettur sko. Já, vorið minn tími. Já, ég svolítið ferskur á vorin. Já, það minn tími líka, bara ekki spurning. Ég elska á gott vor. Já, ég bara sumar, Nauthólsvíkina, Blakið, Skílan. Akkurat, þú ert svo mikið á Nauthólsvíkin alltaf á sumrin. En já, við viljum að hætta að tala um vor, sumar og vetur og já, fara yfir hver í þættunum þetta. Við erum með rosalega þátt. Hvað ætlar að bjóða hlustendum upp á, veit ég? Veislu. Já. Og já, það sem að í þessari veislu myndur fyrir cash er á sínum stað. Hvort myndur frekar á sínum stað. Akkurat. Við ætlum að bögga Loga Bergmann. Hringdum í hann fyrir í dag og það var virkilega skemmtilegt. Já, hann er að fara að byrja með sem sagt nýja þáttinn í kvöld. Já, bara spurningabomban að byrja aftur og hann er mjög spenntur fyrir því og við ákvæmum aðeins að hringja hann. Aðeins að hrekja hann, komum betur en það. Þannig að við gerum gríni í Loga Bergmann. Hann er ekki svo einu sem við gerum gríni því að þú ert með einhver rosalegt íslenskt slúður Jón Gunnar. Já, svona, já, ég er búin að vera að fá tölvuposta og ábendingar og við ákvæmum að hringja hann. Já, það er ekki íslenskt slúður í dag nema þetta. Þetta er eini hérna punkturinn. Akkurat. Og við ætlum að hringja hann og spyrja hvort það sé eitthvað til þessu. Já, nákvæmlega. Hann var náttúrulega eignast barn í gær og ósköpunum til hamingju með það. Já, til hamingju með það. Hamingju Tatman. Og þetta tengist í að hann var eignast barn eða ekki? Jú. Þetta þykist í. Þetta slúður. Já, það er hárrétt. Þannig að það er á sínum stað. Við erum að fara að bögga Loga Bergmann og Jón Gunnar. Og svo er Frikki Dór, hann er á leiðinni til okkar. Hann er að fara að koma til okkar. Góðu vinnu þáttarins. Já, og ætlar að spjalla Eurovision. Hann er að fara að taka þátt í Eurovision fyrsta skipti. Já, flott lagi hans. Alveg hrikalega flott. Og vistu, ef ég á að gíska það, ef ég þyrfti að hólka A-leiðunni núna við rúllettuborð, þá myndi ég setja á Friðrik Dór og hann myndi taka Eurovision í ár. Þú vilt meina hann sé að fara að vinna þetta? Já, ég held þetta sé meiri að verði fyrir eitthvað létt fyrir hann. King Björn Jörundur hann líka. Já, það er þetta hár rétt. En Frikki er þetta. Ég er að spáða að gefa Frikka smá Eurovision tips og eftir. Já, þú er náttúrulega tekið þátt í Eurovision. Já, sjálfsveit, þú tókst Game winning tips. Hvaða meistari tók aftur og pakkaði þér saman? Já, Friðrik Ómar, alveg rétt. Svo Takk fyrir að rifja það. Sturla staðrindar sínum. Já, og með Frikka Dór, við kostum upp á það fyrir þátt og það veit svo skemmtilega til að Steindi Junior lendi í því. Alveg típist. Það er gamli góði flauta fyrir flík. Já. Þú ert að fara á penisinn úti á Miklubraut. Segjum kannski ekki penisinn. Mér finnst nú algjör óþarf að vera að henda mér á penisinn þegar við fram að kringluna. En brókina kannski. Skulum alveg sleppa því, en jú, ég er tilbúin til þess að strippa nánast úr hverri flík og Frikki þarf að fara á jafnmörgum í hvert sinn sem að fólk flautar eftir þannig að það þarf að vera góð trafík. Það er það sem er nefnilega, það er my motivation. Það er það að ef einhver flautar þá veit ég er ekki bara að fara úr flík, ég er ekki bara að fækja flík. Líka Frikki Dór. Það er líka Friðrik Dór og mér lagt svo til að sjá hann á brókinni. Hvernig ætlum að fara í þetta? Hvað leiti? Hálf 5 leiti þegar það er mikið trafík. Hálf 5 leiti. En ég er með hugmynd samt Detective Stonefucker. Já. Sko, verð á brókinni. Takk fyrir að kalla mig ekki Cocksucking Junior. Já, það er þetta uppáhaldsnafnið mitt. Hefur ykkur sér Cocksucking Junior? Sko, ef þú ert úti, ert á nærbúksunum og þú er ekkert eftir penisinn, ég sammála því, en gerir þér niður raskat, gerir það niður raskat heldur nærbúksun upp yfir penisinn hinum megin. Þú vilt að ég fara að múna fólk? Já, nei, bara það er líka gott motivation. Þegar það er flautað, þá veistu hann að hlusta. Já. Af því að þú veist, allir sem flauta er að hlusta á þáttinn. Já, nákvæmlega. En strákar, nú er ég bara og þú ferð út og eftir að tekur Snapchat að þessu. Þú setur þetta á Snapchat. Ég ætla bara að segja strax hlustendum að ég er ekki að fara að glenna á mér raskandi í trafikinu. Það er bara svolítið. Nú er maður bara á nábyrgu faðir og maður er hæstur af fýrblastan. Vaxnir upp úr því. Við erum vaxnir upp úr þessu. Já, svo líka Sturla staðreyndir á sínum stað. Við ætlum að fara í vonda Addi jafnvel karaoke í fyrsta sinni langan tíma. Herðu, við ætlum í karaoke. Strákar, ég ætla að segja ykkur frá því að ég er búinn að velja lag sem ég ætla að syngja. Glæsilegt. Það er komið. Og svo voruð að segja með það að ég þyrfti ekki að vera með slúðrið í dag. Nú, hver var að tala um það? Voruð ekki að segja hann að þið ætlaði að taka slúðrið?
Það var búið að vera svo lélegt. Það þetta búið að vera hræðilegt. Jó, við félagarnir ætlum að takla slúri í þetta. Við sjáum til eftir smástund hvað verður úr því. En eins og þið heyrið, kæru hlustendur, Þetta er að byrja. þá erum við í stuði og við verðum það, til 6 í dag, lofum því. Styttist hér í... það styttist ekki í myndur fyrir cash, ég ætla að svissa. Styttist í kortmyndur fyrir frekar. Ég ætla að hafa myndur fyrir cash seinni í þættinum. Ok. En áðurum förum í kortmyndur frekar og áðurum að Freki Dór gengir í heimsókn ætlum við að fara í slúður. Já. Ekki íslensk slúður heldur, erlend slúður og aldrei þessu vanta, þá er ég ekki með slúðupakkan í dag. Nei. Heldur, 2 rugludallar sem vilja meina að þeir geti gert þetta betur en ég og hafa verið að rakka niður slúðri hjá mér hér síðustu Alls ekki. Þú ert að minnskilja sko. Já. Stundum ertu með bara eitthvað nobodies í slúðurinu. Fólk elskar slúður með hot celebrities. En við erum með sko ég er alveg sammála því að fólk elskar slúður með hot celebrities. Það sem að Steindi hefur að beða í slúðri þetta gegnum tíðina er Kurt Russell, Macaulay Culkin og Wesley Snipes. Myndur að segja að þetta voru hot celebrities í dag? Talandi um þessi celeb að sjálfsögðu þetta hot celebrities en við erum komið með 3 kandidata sem eru virkilega, þetta er allt stjörnur. Við ætlum að fjalla Þetta er slúður. Við erum búinir að finna alvöru slúður, nýtt ferskt slúður með Wesley Snipes, Miley Cyrus og Macaulay Culkin. Kemur óvart að þetta sé. Við skal bara byrja á Wesley Snipes. Þú ekki bara að byrja, ég er með 2 móla. Sko Wesley Snipes, hann var sem sagt núna á næturklubbi í LA, núna bara síðustu helgi. Þetta er bara, hérna inn á, skal ég segja, TMZ, og það hann var á næturklubbi og það voru erjur út af einhverju konu sem hann var að hitta og hann og einhver wrestlingkall sem kalla sig Skull Crusher sem að gera gott núna í wrestlingheiminum og þeir eru þarna að rífast út af einhverju sikti á klubbi og sem endar þannig að þeim fer saman, þeir byrja að rinda hver öðrum og það er reynda að stoppa strax og þá segir Wesley þessa frægu setningu við félaga sinn og það eru menn sem heyrðu þetta Always bet on black. Kjaftaði. Þú ert að búa til slúður til að hafa það töff. Nei, þetta er bara Þetta er mjög töff slúður. Wesley Snipes var á skemmtistað, lendir í slagsmál við Skull Crusher og segir svo við vini sína Always bet on black. Þetta er bara slúður sem þú vilt heyra. Þeir voru að stoppa hann og voru bara, heyrðu, þú átt ekki breykin eitthvað. Þetta er Skull Crusher. Þetta er rosalega slúður. Always bet on black. Þetta er línan og Passenger 57. Ég veit að hann er að kvóta sjálfa sig það. Glætan. Þetta er æðislegt slúður. Eru þið sem sagt að búa til slúður, drengi? Ég er með alvöru slúður. Þetta er alvöru slúður líka hér. Ég trú alveg, Stendur ekki að búa þetta til. Alls ekki, nú er Miley Cyrus hérna uppi. Ert þú með annan móla? Hvað sagði wrestlingurinn hétt? Skull Crusher. Skull Crusher. Ok, ég ætla að tjekka á hann. Þú getur googlað hann, kallið minn. Ég ætla að byrja á Miley. Ég vissi að þú myndi vera með Miley eða Kim Kardashian. Ég er mjög hrifinn af henni. Það verður ekki farið fram hjá neinum. Hún er líka að deyta son besta vinnurins, Patrick Schwarzenegger. Og hún var að koma sér í smá vesen aftur, hún var að jamma. Hvað segir Schwarzenegger eða Schwarzenegger? Ég meina að það eigi að bera það fram Schwarzenegger. Já, en ég held að það sé Schwarzenegger. Málið er að hún var að jamma síðasta laugardag. Það er nú ekkert nýtt. Nei, shocker. Hún elskar að party hard. Hún var á skemmtistað í Hollywood, West Hollywood, sem heitir On the Rocks nightclub, sem er rosalegur skemmtistaður. Við félagarnir gætum þurft að fara þangað og flaska þetta vel upp. Það er bara Þú mátt ekki tala svona. On the Rocks. Flaska þetta upp. Ég er nokkuð viss að Roxbury, skemmtistaður sem var í Night Roxbury, sé basically þessi staður því að outside er inside og öfugt. Eru götuljós og Það var þetta geggja. Það var í lokin, assface. Miley leiði sér VIP herbyggi, bara svo við félagarnir gerum og flaskaði þetta vel upp með Patrick Schwarzenegger og síðan tók hún upp Seago og kveikti í einin nema þetta var ekki Seago eins og Stonefucker reykir. Þetta var ekki Salem Lights í mjúkum. Nei. Og hún kveikti sér í Jónu hélt að væri engin að ná myndaðinni. Þetta var fyndin síðan. En einhver svona lítill horni gæja út í hotni var með nýjan síma og tók vídeo af henni sem hún kveikti sér í og þetta er vídeo að koma út allt. En það er ekkert eins og hún sé að fela þetta. Hún er alltaf í fjölmiðlum að tala að reykja gras. Sko, reykta má ekki reykjuna stöðum. Hversu hart er að hún bara reykja gras eða hassa þenni? Þú veist að þú mátt ekki þegar við förum hann að Stonefucker. Þá mátt þú ekki reykja þenni, sko. Nei, ég veit að, mér finnst það bara glatað. Þú ert ekki það shit eins og Miley Cyrus, sko. Nei, en hvað... Hefur þú prófað, nú ert þú nú þekktur á Íslandi, hefur þú prófað hvað gerir sígaretuna skemmtist á og sjá hvað gerist það? Nei, ég hef ekki gert það. Af hverju gerir ekki tilraun? Bara helgina, farðu á austur, kveiktu þér í henni.
Nei, gáðu hvort þú fáið skít. Akkur ætti að gera það? Því þú ert hot celebrity, ég ætti að fáið ekki skít. Þú ert Detective Stone. Nei, ég finna það auðvitað myndi bara eitthvað labba að mér og segja mér að hætta þessu og fara út. Hvað heldur myndi gerast? Ég myndi bara labba í slow motion með einhverja salem og allir myndi bara krjúpa fyrir því. Sko, en það er búið að, en hún er búin að leigja þetta herbyggi. Og við getum alveg rétt ímyndað okkur að þau hafi nú borgað slatta fyrir eitthvað VIP-herbyggja og fá að vera í friði. Akkur má hún ekki reykja það sem hún vil reykja? Já, það verður reykja Jónu og nynni, það er fullgróft. Ég verður að heftu upp maður fötti á hann. En næsti móli? Ég er með annar móli, á ég að fara strax til næsta? Já, hoppa í næsta. Ég er með eitt þetta Macaulay Culkin. Sylvester Stallone. Já, það er Sly. Já, það er Slyarinn. Þið eru alveg með heitasta liðið. Stallone var að kvitta undir auglýsingasamning sem skilar honum $1 milljón í tekjur. Ok, hvað eru að tala um? Og það er svolítið spest nefnilega. Hann er að fellow bodybuilder. Eins og ég og Blondell og fleiri. Ekki ég. Ekki þú. Nei, kannski eitt. Hann var að kvitta undir samning við Warburton's Bread sem er bakari. Já. Bakari í Bretlandi. Er hann þá ekki útskúfað frá samfélaginu? Og hann er að tala um, hann er kallað Judge Bread núna. Það er Judge Dredd. Það er enda mjög gott. Þetta finnst mér vera selling out big time. Þetta er sell out. Og þetta er eitthvað svona hotlustubröð sko. Vöðvafjall sem var, hann var einu sinni flottur, hann var einu sinni Judge Dredd og núna er hann Judge Bread. Akkur tekur hann þátt í þessu? Ég skil það ekki. Vantar hann peninga? Greinilega. Sér er menna grínast eitthvað stop or my nan will shoot, svona eins og nanbröð. En málið er að sko, málið er að Bretin er mjög góður í öllu svona. En hann er að raka inn Cass þarna, Stallone, að fella bodybuilder og ég óskaði Stallone til hamingju að þykja buttuna sína því að það er ekkert mikilvægara í lífinu en buttan, ekki neitt. Sko, akkur talar þú svona eitt? Þetta er svo mikið áfræði, en að vera sko að þingja pingjuna aðeins fyrir að vera andliti og vera með eitthvað glass úr vínabröð á kantinum og eitthvað bakar þessu. Þetta er bara vitleisa. Ég og Öddur ekki sammála þessu. Hvað er þetta Macaulay Culkin? Macaulay Culkin er að gera það ágætt þessa dagana, segir nú ekkert mikið meira það. Ég fann einn að var erfitt að finna móla með honum, ég veit ekki með líka. En ég náði að finna einn, hann fór á markað, Flóamarkað daginn og það sást til hans og hann var hann var að drekka eitthvað, hann var allavega ekki góðstrykkur sem hann var að fá sér, hann var að drekka eitthvað áfengi þarna og var svo sem ekkert að láta hann eitt illa, hann var bara með bjór að lappa í Flóamarkað. Egil, til hamingju, þú varst með alvöru slúður, ég veit að þú reyndir allavega á þig, steindi til hamingju meira upp slúður. En svo ég segi, hann er náttúrulega á dælunni en þá og ég myndi segja að hann væri bara kortir í dauða, Macaulay Culkin. FM 957 í samstarfi við Sushi Barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi Barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtæki þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi Barinn næsta 50 dag. FM 957 og Sushi Barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking, léttur. Buxur, pils, kjól eða jafnvel peysu. Kíktu á útsöluna í FNF. FNF Kringlunni. Við tökum á okkur hækkun virðisaukaskatts á bát dagsins. Hann verður á sama lága verðinu eftir áramót, aðeins 549 krónur. 7 mismunandi bátar alla vikuna á aðeins 549 krónur. Subway. Vestleiki er okkar brand. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Komdu inn úr kuldanum og fáðu þér pítsu á Laugavegi. Eldsmiðjan. Thule og Dominos kynna. Þeir eru komnir aftur með glænýtt uppistand. Lengi lifi Mið Ísland. Miðasala á miði.is. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Rýmum til fyrir nýjum lögum. 20% afsláttur af allri tónlist. Tónlist.is. Rúllur í hárið, rúllur á disk. Rúllaðu til okkar í hráan fisk. Sushi Barinn. Verðið er að góðu. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut. Beint á móti Kringlunni. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú séð Titanic með eigin augum. Flakið, ekki myndina. Slepptu henni. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Smass, enn meiri verðlækkun. 50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Smass Kringlunni. FM 95 blöð. Alla förstu daga.
Akkurat, þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957, það Steindi June, Auðun Blöndal og Egill Gils með ykkur á sem æðislega föstudegisstrákar, þið heyrðu það, ég byrjar að æfa mig fyrir karaoke. Já, það var fallegt hjá þér. Það ekki, ég byrjar að syngja með lögunum, aðeins að mýkja rattböndin, því ég er að spáða að taka þessa keppni á eftir. Já, það komin tíma og þú vinnir eina karaoke-keppni. Já, ég segi það. Þú er aldrei unnið? Jó, eða ekki? Nei, ég sem er sigur og Egill er með sigur. Nei, strákar. Ég er engin pressa með það, sko. Þetta er mesta kjafta sem ég ert. Ég held að ég hef tekið nokkra keppni. Minnir ég að unnið með M&M eitthvað síðast. Já, þú tókst rappið. Þú mátt eiga það, þú getur spitað svolítið. Spitað, töff að segja það, geta spitað. Já. Þetta fer á CV-ið. Ég er búin að vera með talentið og 70 mínútur og útvarpsþætti og svo getur spitað líka. Getur rappa hvað sem er fyrir þig. Við ætlum að fara núna í dag. Oftast fyrir við myndir fyrir cash á þessum tíman. Ég hef ákveðið að svissa þessum liðum og fara frekar í núna hvort myndir Hvernig kemur Freaky the D-Man? Freaky D kemur eftir cirka 5 mínútur, þannig að það styttist í flauta fyrir flík. Ég var að kíkja úti og rannsaka trafík og svona skoða aðstæður. Var mikil trafík? Já, það er komið trafík og það er gluggaviður. Hvetja fólk til þess að koma að flauta á Cocksucking Junior og eftir þegar hann fer og Freaky D. Sko, strákar, það er gluggaviður. Það er að passa eftir ljótna með ekki að segja þetta í útvarp. Hann var að segja þetta hann stendi, vill hann kalla þess að hann sagði þetta á. Ég sagði Detective Stonefucker. Herri, akkur þarf að vera blótsýrði þegar kallið á mig? Nákvæmlega, hann má ekki. Detective Stonefucker, Cocksucking Junior. Þetta er ekki góð nöfn. Nei, Stonefucker, hvað er að gerast þetta? Ég veit það ekki, við skal hætta þessu. Hvað var bara að kalla mig bara Steinþór? Já, Steinþór eða Steinþór Róar eða Steinda. Er þið tilbúinni í hvort myndir Já, við erum að fara í það. Ok, allir ready. Ekki rópa í mikrofóni. Æ, afsaki, ég er svo heimilislegur. Allavega ég og mínu hlustendur, við látum bara eins og heima hjá okkur. Þetta er svo mikið fjölbreyttar útvarpmaður. Rópa í mikrofóni. Það fyrir ekki þið. Ég er allavega ekki að drulla yfir ykkur. Ég er ekki að kalla ykkur skýta nöfnum minna. Knoll og tótt með að halda áfram. Hvort myndið frekar sleikja handakrigan á karlmanni eða sleikja tómt baðkar? Tómt baðkar, býttu nú við, það er eitthvað trikkið þarna. Það er eitthvað rosalega. Það er eitthvað ógæslegt við það. Ég myndi allan daginn sleikja tómt baðkar frekar en handakrigan á öðrum. En ég er ekki viss um það. Ég fór að hugsa út í þetta. Já, þetta er viðbjóður sko. Og þú skólar alltaf ef þú ætlar í sturtu eða baðið eitthvað, takkið ekki alltaf og rennið yfir. Jú, leiðilegast sem ég geri, samt þó ég skóla alltaf við það, en samt fyrir resti er komið svona skán sem maður það bara nutta af. Já, þetta er sko svona drulla og ógeð. Egill, ég held að vera svolítið snöggur á þér en að svara þessu strax. Ég sé bara fyrir mér svo málega, sem bara ég hugsa þetta. Ef þetta væri handakrækjinn á Matthew McConaughey sem er vel snirtur og í toppstandi og stundum held ég að sért í hinuleginu, það er rosalega. Þá viðurkenni ég að þá myndi ég velja handakrækjan. En ég sá fyrir mér handakrækjan á Rikka G eða Sveppa eða eitthvað svona. Ég sá fyrir mér eitthvað ekki sexy handakryggja. Nei. Við leiðu eitthvað í breyti hugsunni kannski, veist ekki, handakryggin kannski á Tom Cruise kannski. En maður spyrja ef þið væri búið að sleikja handakrygguna með því með Conaughey, þú fengir ekkert fyrir það, myndur þú gera það? Það er sjálfsögðu. Þú fengir ekkert fyrir það? Þú myndir ekki sleikja handakrygguna með því með, hvað er góð partísaga? Hvað gerir þú á þriðjudaginn? Ég sleikti handakrygguna með því með Conaughey. Það voru að detti á þriðjudaginn? Ég bara, þú veist, það var þvílík veisla. En býttu, hvað er að gerast hérna? Akkur myndir þú gera það bara? Þú myndir viss gera það, Stonefucker. Ég myndi ekki sleikja handakryggana á hendu, hvað það tala um? Að Matthew McConaughey? Já, út af hverju eiginlega? Ég myndi lifta höndun upp og segja bara hérna sleiktu það. Myndir þú vera bara, já, ég kem bara yfir til þín og ég sleiki þetta, ekkert mál. Nei, ég myndi ekki. Ég er bara SMS for Rikka G. Þetta er bara sjokkar. Hann er vantarlega ósáttur. Ég ætla að stráka. Hann er með segist með hreinasta handakrygga heimi og þá er ég ekki að tala um handakryggunum honum. Það er bara, ég vel baðið, ok? En má það ekki vera með loka svara? Jú, algjörlega. Er þetta baðið heima hjá þér? Nei, þetta er bað hjá einhverju fólki sem það ekki. Já, ég ætla að setja handakryggan á þetta. Ég ætla að sleika handakryggan. Já, ég steinda þarna, ég sleiki frekar handakrygga. Það er aðeins. En svo er ég líka sammála steinda. Ég myndi aldrei fara að sleika einhvern handakrygga einhverjum gaur just for the fun of it. Einhverjum gaur, Matthew McConaughey. Já, það meikar alveg sens. Næsta. Hvort myndi drekka 2 lítra af svita, nota bara Sveppa ætla nú að kíkja á okkur hérna hans eftir. Hvort myndi drekka 2 lítra af svitanum af Sveppa eða geta 100 grömm af hórun hans? Shit, hvað það slæmi varmur. Wow. Og ég held að þátturinn geti ekki verið barnalegri. Þetta er ekki barnalegri, þetta er bara óþægileg spurning. Þetta er barnalegri er að ropa í mikrofónu. Drekka 2 lítra af svita. Það er ekki hægt. Þú gerir ekki eftir að þú ælir eftir fyrsta sopa. Það er ekki hægt að gera það. Þannig að þú myndi geta 100 grömm af hórun hans. 100 grömm af hóri eru bara svona heill póki af hóri. Það er mjög létt, það er létt í hórinu.
Jesus, ég fæ bara vont á að spá í þessu maður. Þetta er ekki Þetta er ógeðsleg spurning. Ég átti ekki að eitthvað 100 grömm af hóri mikið. Nei, greinilega ekki. Það fyrir spurning líka hvernig hórið er. Er þetta búkemandi, eða er þetta svona snott, svona mjúkt, eða er þetta hart? Þú mætti velja, ertu með eitthvað valkost? Er blóði í þessu hóri? Þetta er basically svona... Maður veit ekki eitthvað, sandur jafnvel. Ok, þú mætti velja, hvort myndir að hafa mjúkt eða hart? Ég hugsa að ég myndi vilja hafa hart. Já, ok, og hvort tekur það? Þetta eru hræðilegi valmöður. Ég gæti aldrei tekið svitan, ég veit það. Þannig að ég myndi taka hórköggul og bara kynkja honum í einu. Ekki hór, ég myndi ekki 100 grömm af hóri. Sem er svona, jú, það er svona ég myndi ekki tyggja einu sinni. Ég myndi setja upp í mig, fá mig sopa einhverju og kynkja því. Þetta er svo fylla svona hálfslíters glas af hóri. Nei, jú, það er bara hann. Það er svo létt í því. Ég er að segja ykkur það. Taktu hór úr þér, vikta það. Ok, 50 grömm. Já, þá strax að þetta átti að gera það mikið, þetta átti að gera fullur. Er þetta ekki bara ein hórslumma bara? Er það ekki? Erum við ekki sátt við það? Eitt sopi? Ég heyri, þið takk í báður hórið. Ég gæti ákveðst bara allt. Þetta er bara eitt sopi, eitt svitasopi eða einn góður hórkall. Ég get ekki rætt þetta meir. Nei, ekki heldur. Og ég held að hlustendur vil ekki heyra meira þetta. Ég ætla að segja hórið. Á tvennu illu og hórið. Ok, þá er það síðasta, hún er líka mjög þroskuð og skemmtileg. Ef þið eruð, og þá er ég að tala í dag, ekki þú eru hún eldri, það kemur að því að maður það kannski að gera þetta og maður gerir það bara eins og allt annað. En nú er ég að tala í dag, þau eru bæði fesk, hvort myndu þið skeina mömmu ykkur eða pappa? Jesús Kristus. Jesús Kristus. Þetta er ríkalegt, hvað er að gerast þetta? Hæ? Og þetta er bara, af hverju það þessu? Af hverju þetta... Ég myndi krumpa í góða kúlu. Við erum nú búin að ræða það. Ég er ekki gæði sem brýtur saman pappirinn. Nei, og krumpar. Já, og ég myndi sérstaklega ekki brjóta saman pappir og vera að skeina öðrum. Það er ávísun á því að renna putta í eitthvað. Ég myndi krumpa í rosa góða kúlu. Ég byrði hálfa rullu og bara hafa vel af pappir á milli og ég myndi taka... Mér finnst eitthvað þægilega að skeina pappa mínu. Já, ég takki pappa alltaf. Ég líka. Eitthvað ásamt Sash Feed, Chris Jones Going Wrong. Þið erum að hlusta á FM 95 Blöð. Frikki Dóri er mættur í stúdíó. Við ætlum að ræða við hann Eurovision og svo ætla Steindi og Frikki að fara saman í flauta fyrir flík. Strax eftir það. Ég ætla bara að segja það strax, ég er mjög kvíðinn fyrir þessu. Það er mjög kallt úti, það er sól og svo leiðis, það er gluggaveður. Ég ætla út með Símán, ég ætla að dæla þessu FM 95 Blöð Snapchati þegar þeir félagarnir fara á penisinn á Miklubraut. Skulum ekki sleppa okkur með penisinn en fáum auglýsingar og svo er það Frikki D. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Buxur, pils, kjól eða jafnvel peysu. Kíktu á útsöluna í FNF. FNF Kringlunni. Kaldur á krana á HM tilboði. Carlsberg Jeppin. Players, Húðakór, Kópavogi. 37.000. Það er fjöldi karaoke-lagana sem sungin voru með sjónvarpi Símans í síðasta mánuði. Karaokeið er ein af ástæðunum fyrir því að yfir 70% Íslendinga segja að sjónvarp Símans standi framar helsta keppinautunum. Komdu inn á simin.is/sjónvarp og skiptu núna. Þú getur meira með sjónvarpi Símans. Síminn, Carlsberg Léttum og Icelandair kynna Jamie XX á Sónar Reykjavík í Hörpu dagana 12., 13. og 14. febrúar. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Það er risapottur upp á 320 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustöð fyrir klukkan 2 á laugardaginn. 1x2 í tippum. Svampur Sveinsson er væntanlegur í okkar heim. Hvaða staður er þetta? Ég er með gæsahúð. En til að stoppa ofur illmenni þurfa þau að taka höndum saman. Komið tíma smá liðsheild. Leðsheild. Liðsheild. Lissel. Liðsheild. Leðsist. Allt að koma. Svampur Sveinsson. Svampur á þurru landi. Sýnt með íslensku og ensku tali. Komin í bíó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Eins og þessi rándýrarödd sagði þá ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Við erum ekki lengur þrír í stúdíónu heldur erum við konum með góðan gest. Hann heitir Friðrik Dór, kallaði Frikki Dór, verður velkomin. Já, hefur ekki alltaf þessi. Takk fyrir, takk. Velkomin í hús. Já, takk fyrir, takk. Hvað segir Frikki þennan föstudaginn?
Ég rosa fín. Nei, ekki? Jú. Já. Situr hérna með, derhúa og ég leðurjakka, vel afslappar. Þú ert mjög sexy í þetta. Já, takk fyrir það. Og maður sé bara að þú ert til í slaginn. Já, ég held það bara. Ég er bara að reyna, núna í dag er ég bara búin að hugsa að, þú veist, veri ekki allir stífur. Já, svona bara lús. Reyna að losa mig, skilur. Má ekki láta, stress, af því að þá fær maður ekki stressast þá fara rattbundum bara. Ertu byrjar að þetta í engi fyrir á kvöldin og svona eitthvað undirbúa? Nei, ég hef aldrei verið sérstakur í að sjá svona röddina eða bara líkamann almennt. Ég hef aldrei verið góður í því. Nei, ég er með þér í því. Ég er alveg með þér í því. Ég sé þið taka það á. Já, ég veit þú getur það. Ég reyndar, coach, búin að taka 4 kíló frá áramótum. Já, það er mjög fínt. Líka hætti með hennar skyndibetta þátt svo. Það var ekki að hjálpa það neitt. Ég held að hann hef ekki verið að hjálpa þér. Ekki þeim efni. Og það var það, ég var eitthvað ánægð með hann þátt og var nú ofta að peppa þig. Ég held ég að sé flesta þættina. Á skelfilegt að horfa á hann og svangur heimaður á 50-dagskvöldi. Af því að 50-dagur er líka svona dagur sem að þú bara, fokk it, ég lefi mig bara. Og þá er pöntu pizza bara strax. Þú veist að horfa á alveg í ykkur þvílíku gúmulega, þú hringir strax á Dómus. En ég ánægði með því að taka af þér nokkuð kíló fyrir Eurovision því að félagi minn, Sverri Bergman, Video Game Tard, hafði að hann kefti í fyrra, var hann 25 kílóm og þungur og með einhver 6-pessar að gefa hann að raka sig, hann leit og törður að nýraður. Þú lést hann heyra það vel eftir. Ég let hann heyra það og hann er búin að gera þessi í dag, í dag er hann 9% og í topplandi. Hann var svona öllugarni stefn, þá var hann eins og eldri maður. Já, bara hann, við erum oft búin að segja hana. Var það ekki eitthvað lúk sem hann vildi Ég held það með líka maður sem er ennþá nógu fesku til að dansa. En Svessi viðurkenndi alveg að hann skate, búin að gera það sig í dag, en þú ert núna top physical shape, út í flottu leðurjaka, alltaf því kaffibrúð og hérna, ég held að þú ert með þessi þarf í Eurovision koncept. Já, ég tók viku í Katar í að fá svona fallegt hann, ekki og mikið fallegt hann og einmitt, svo er ég bara búin að reyna að skafa að mér og ég ætla ekki að borða núna fram að keppni á morgun. Það er bara vatn og bara vatn. Taktu vel að vastlósandi líka. Ég ætla að taka svona fitness, svona loka kött og er það svo ekki rauðvínsglas rétt fyrir keppni? Já, það er að fá æðarnar út. Ég er alltaf með eitt gott ráð þegar, ekki þetta í American Weight Gainer 40.000. Það fitnar 7 kíló En þú ert á svið á morgun, Frendi. Já, í Eurovision. Yes. Fólk á hringin að kjósa því það er ekki flóknar að það? Það er ekki flóknar að það. Ertu komin með númer? 99904. Það er ekki þannig að þú fyrir 4. á svið. Það er rándið númer. Það er ekki að hringja núna, eða? Nei, ég held ekki. Hvaða competition, hverjum ættu að vera að pakka saman á morgunar? Hverjum ættu að vera að pakka saman? Hverjum ættu að pakka saman? Það eru 6 keppendur og 3 fara áfram. Já, ok, þá hlýtur nú að fara áfram. Hverjum ættu að vera að pakka saman á morgunar? Ég vona allavega að ég fari áfram. Já, 100%. Þú stæðum að segja, ég vona að fara áfram. Okkur segir ekki bara eftir okkur, ég er að fara að pakka saman. Þú ert að fara að pakka þið saman. Ok, allavega þeir sem ég er að fara að keppa við og vonandi að pakka saman eru Björn Jörundur King Björn og félagar. Stórkostluðu maður. Erna Hrönn, Stefania Svavas, dóttir Svavas í fitnessport sem er persónuleg félagin. Já, og hún er náttúrulega alveg hörku sönguna, en ég hef ekki heyrt lagið sjálft. Hún er gott lag. Hún er gott lag, ok. Hún er náttúrulega með röddina, en þetta snýst náttúrulega svolítið ég vissi til að með segja hún var hann. Þú ert með meira competition en ég held grunn. Þetta er sterk. Og hverjir eru enn hinnir 2? Svo er Híne Móa sem eru hann stelpina sem sömdu Gretu Mjallar lagið í fyrra. Ok. Það var þetta flott lagið fyrir líka. Og býtu, hvað er búin að segja? Ég á eftir að nefna ykkur 16 ára stelpuna úr MH sem ég vildi óska að ég hefði kynnt mér hvað heitir. En hún geti verið með hættulega mikið að fylgi úr skólan. Skólafylgi. En sko, ég get alveg sagt ykkur nákvæmlega hvernig það verður. Þetta verður Frikki, Bjössi og Stefania sem fara áfram. Í lokakvöldi, já, ég held það. Það er svona reynslan sem segir mig það. Vitið hvað uppáhalds Eurovision lagið mitt sem hefur ekki farið áfram? Andvaka, munið eftir því. Já, það var Guðrún Árný. Já, Guðrún Árný, hár rétt þér. Það er mitt uppáhaldslag sem er ekki bara sorry með það, það var ekki hó 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 í sig. Talandi um hó hó hó, þú er nú tekið þátt annað í þessari keppni og þið komist í ástættakvöldi. Ég fór í top 2. Ertu með ráð þanda Frikka? Og Frikki, þú er vantilega á að því að fara í top 2 eða ekki? Jú. Þetta er keppnin það sem að King Friðrik Ómar sagði glimur hæst í tómri tunnu eða ekki? Jú, og hann skeit máltækið bilur hæst í tómri tunnu, hann sagði glimur. En þú tapar á móti honum. Málið er Friðrik.
Hann pakkaði mig saman, ég veit ekki hann Ég búin að segja að það var gott Já, ekkert mál Og en ég og Friðrik vorum bara bear with the headshit í dag Það er mjög góð vinni í dag En sko Friðrik Ertu að færa þess að kemta að taka þátti allar go for the win? Ég er going for the win Er það ekki? Já, hann er all in Það er eina sem þið Þegar ég fór í þetta og hugsaði herri I'm winning it Það sem ég sagði Já, ok, ég hugsaði alltaf Ég fer alltaf í top 2 Það er 100% Fór í top 2 Fór í smáralindina Gerði allt vitlaust Reif mig úr ofan í Hlíðarbólum Fórst í smáralindina Hvað er vetrakarðin bara að syngja það? Já, það var sett upp Það var sett upp þar Hvað helst það verið bara Fór í smáralindina? Nei, bara svona fyrir Já, kannski bara fyrir framann Það munar mjög litlu og ég pakkaði saman Og farið til Serbíu Og síðan pakkaði bara allir júru sem gefnið saman En málið er hvað ráð allar þessum Ertu búin að fá það góðan umbósmann? Því að líkilatrið í Eurovision eru með góðan umbósmann Ertu búin að hengja í Vallasportu? Nei, ég er ekki með Valla sko En ég er með Mána Nei, Mána Máni er ekki góður umbósmaður í Eurovision Nei, ok Á hann að hengja bara strax í Vallasport Vallasport Valgarð Pippar Hann gaf það út bara Valgeir Rosalega kom hann ykkur í Messages Club eitthvað langt Hann fór út líka í fyrra og hitti hann fer alltaf út með sigurliðinu Það er eitt að stiktast það sem ég sé þegar hann bannaði fjölmunum að tala við Hrefnu því hún þurfti kvíld Þetta er Eurovision Hann stjórna álæðinu hjá hann, þessi góður umbósmaður að gera Ég er að segja, sko, með fulli vinningur Mána Hann er rekinn Þú ætti bara að hringja í Vallasport á eftir Hvað, myndir þú vilja að Máni myndir reyðast þetta inn og bara kötta frikka Sko, Máni er nóg að gera Alveg bara hringdi í Vallasport En alltaf þá er Frikki, hann er að keppa í Eurovision morgun Við ætlum að leiða ykkur að heyra þetta lagi Það var eina ráði til að vinna Eurovision, það er að hringja í Vallasport Hringdi í Vallasport Það var eina sem kom Það er eina ráði Og þú ert í toppstandi, ég vengar á að gera því út kaffi, brot Þú ert að fara áfram, 100% FN9 blöðstiður alltaf Frekadór Ég ætla að setja á lagið sem þú syngur á morgun í beinni Sérna að fara út Og þið eru að fara að bruna út núna Ok, Pétur, getur þú sagt mér, fyrir aðeins yfir þetta Rétt ára sittur lagið hans Frikka og leiður hlustundum að heyra það Fólk á að flauta Þegar fólk flautar þá farið þú flík Þá förum við á flík Flauta fyrir flík Þángar til að fara úr öllu Þetta er lagið hans Frekadór sem heitir Í síðasta skipti og hann er að fara að syngja Eurovision á morgun En þeir ætti að vera komnir út drengirnir núna og er að fara í flauta fyrir flík Þannig að nú þarf ég bara að syngja í Steinda Junior og aðtúa hvort að hann svar ekki örglega sem villisingur okkur heyrist ekki hérna í græjanum tækni ekki fara að stríða mér núna ekki gera mér það hvað er að gera Sætlun, ertu hana? Herðu, ég er ekkert að grínast þér, það er ógíslega kalt sko, þú ætti að vera snöggur að þessu hlustendur þurfa að vera snöggir að þessu Ok, nú verður bara að treysta, þið eru á Miklubrautinni Við erum á Miklubrautinni og við erum beint fyrir framann Skaftahlíðina. Við erum að horfa á 365 logoið. Ok. Nú að strætó að keyra fram hjá okkur. Ok, hvernig? Það er trafík. Það er svona ágætis umferð. Ok, Egill er með ykkur með snappi, þannig að nú er bara komið að við erum farnir í... Egill er að taka upp hérna live og leiðum við fáum fyrsta flautið, þá förum við úr. Já. Við erum bara... Já, svona mann líður eins og strýtt bara í smáttinn. Þannig að við erum... Nei, það kom flaut maður. Það kom flaut. Það er flík, ef þið sjáu Steinda Junior og Frikka Dór. Ég er að fara úr skið komin á bólinn. Ég fór úr skirtu, Frikki tók derhúin af þér. Frikki er í betri málum, hann var með derhúina. Já, þannig að við treystum núna á fólk sem er að keyra á Miklubrautinni fram hjá 365 í Skaftahlíðinni. Þetta grínast, nú er komið rautt ljós og það er hérna bara einhverju krakkar og fólk hérna, það er bara að vera að stara á okkur eins og einhverju hálfvita. Já, ok. Það er hrikalegt þegar þetta er í rautt ljós, þá eru bara sömu bílar að stara á okkur. Já, ég verð að treysta á að þau flauti samt. Já, það er ekkert að gera. Ég byrja, nú kemur annað hol. Það voru ekki bílar, nú eru komað trafík fram. Já, þetta kom flaut. Flaut, ok, úr. Ég þarf að fara bara úr bólnum. Hvað er komið tvö? Ekki má ég taka úr eða mér, er það eitthvað? Nei, ekki úr. Það telst ekki með. Tvö flaut komin. Djöfullig kalt maður. Herru, ég er komin úr, ég er bera ofan. Og Frikki er komin á... Nei, Frikki, ertu komin á peysu? Herru, Frikki er hérna... Herru, þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. Þú voru að fara á peysunni. Er Frikki svona vel klæddur eða? Frikki ákvað að koma náttúrulega kattklæddur hérna í þetta innslag. Þetta er eitthvað sko, hann lék á mig, ég veit ekki það, hann er með mig alveg þarna. Ég er komin úr að ofan og ég er að deyjukulda og ég er ekki 9% sveita eins og Sverri Bergmann til okkar sem vorum að tala á hann. Ég er með bumbuna úti og það er óþægilegt. Ok, þú ert með bumbuna úti, Nei, þetta kom flaut maður! Er Frikki... Frikki... Er hann farin á jakkanum það? Akkurat, ég er komin úr skónum og Frikki er komin úr að ofan. Frikki komin úr og... Já, þetta kom annað flaut. Flaut, ok, úr... Það er að koma, það er að flautast. Það er að dettin trafík. Við erum komnir úr buksunum. Flaut, flaut.
að Við erum komin úr buxunum. Við veit ekki hvað við erum að vera lengi. Herri, ég heyri hellingaflauti, erum við farin úr allu það? Herri, Frikki er í hvítu Calvin Klein. Hann er í Hugo Boss. Frikki er að... Herri, það endar eftir að flauta. Ákveður ekki farin úr þessu? Ég var að viðkynna það. Við förum ekki að penisinn. Nei, við erum hættir. Við erum ekki búið. Herri, þetta er nógu niðurlægandi. Við förum ekki að penisinn og... En sko, ég er búin að heyra fullt af flauti. Það sem var ekki, það var allt, sko, við hefum geta verið löngu komin úr öllu, það er ekki hægt að bjóða fólk upp á það, fjölskyldi fólk að keyra hérna framjá. En Frikki Dór vann svolítið nærbuxnakeppnina, hann var í Hugo Boss nærbuxum, kattklæddur, hann var klár í þetta, meðan ég var í einhverjum síðum boxes úr H&M og ég var komin úr og ofan eftir 2 flautir. Jæja, herru, þetta er alltaf á leiðin inn á FM 95 Blå Snapchatið, þar sjáum við þetta, Egil fór með þeim. Ég er ekkert að grínast í þetta, mann líður ekki vel eftir svona, mann líður eins og maður hafi verið svona... mann líður eins og maður sé einhvern veginn svona, maður er fíbli í hópnum, sko. Drullið ykkur inn. Þetta var Flauta fyrir flík með Frikka Dór og Steinda Junior. Kíkið á FM 95 Blå Snapchatið og þar sjáum við strákuna á brókinni. Skiptir það ekki máli þar sem við tökum við öllum kortum. aha.is, tilboð, verslun og veitingar. Buxur, pils, kjól eða jafnvel peysu. Kíktu á útsöluna í FNF. FNF Kringlunni. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Útsala 20% afsláttur af allri tónlist. Tónlist.is. Það blóta margir þorran, en það blótar enginn lottobottinum á laugardaginn, en það stefnir hann í 21 súrsaða, sílspikaða milljón. Lottó, leikurinn okkar. Síminn, Karlsberg Léttul og Icelandair kynna Pól Kalkbrenner á Sónar Reykjavík í Hörpu dagana 12., 13. og 14. febrúar. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Rifin okkar þykja meðal þeirra allra bestu. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Nú færðu Nike í Líkam og lífstíl Kópavogi. Líkamoglyfstíl.is. Kofinn er kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Það verður ekkert gefið eftir í toppslagnum á brúnni. Tippað á Chelsea, Manchester City. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Það kostar ekkert að hlæja. Og það er líka bara svo hollt fyrir alla að hlæja. Nema náttúrulega þegar það er á kostnað annara. Þá kostar það. En hei, talandi hluti sem kosta hins vegar ekkert. GSM, heimasími og internet á 0 krónur. Er það ekki eitthvað? Nú fylgir GSM, heimasími og internet á 0 krónur með áskrift að skemmtipakka 365. Komdu í áskrift og lifðu í núlinu. 365. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson sem er með ykkur til 6 í dag. Og það er eiginlega komið svona íslenska slúðurinn í dag. Þú ætlar ekki að vera með íslensk slúður en við ætlum samt að tjekka á einu. Já, við ætlum bara að við ætlum aðtuga eitt mál. Ég er nú ekkert viss hvort að þetta sé staðfest slúður, en ég er búin að fá mikið af tölvupóstum og búin að regnið með alls konar, já, svona comments hér og þar á samskiptamiðlum vin okkar Jón Gunnar Gerdal og það er ekki alveg nógu gott sem bara að heyra með. Ég er ekki að kaupa þetta. Nei. En ef ekki bara ringi hann og tjekka. Ég ætla ekki að segja hlustendur hvað þetta er. Nei, sláðu á þráðinu og við skulum bara koma til botni. Þetta tengist samt því að hann er nýorðinn faðir. Já. Það kom nýr Geirdall í heiminn í gær. Já. Og já, þetta er sláandi slúður. Einmitt, og það vita allar að Geirdallarnir þeir kunna bralla. Já, Geirdallarnir kunna plugga og bralla og við skulum, já, ég ætla bara að ringi hann og spyrja hvort eitthvað til í þetta. Til í þessu. The Tatman. Wow. Nonni Plug, Lemon Boy. The Tatman. The one and only Tatman. Eiríkur og Helgi sælir. Big Daddy. How you doing, Big Daddy? Ég er bara fín. Hver er pappin? Tatman.
Til hamingju, elsku Hilmur. Já, takk kærlega. Glænýr Geirdal. Glænýr Geirdal mætur í heiminn. Innilega til hamingju. Já, takk kærlega. Við ákveðum að hringið og tjekka að því að ég trúi sig ekki að því að við erum náttúrulega góði vinir, ég og þú. Var að segja Steinda að þetta væri algjört rugl, en hann er í íslensku, hann fjallaði í íslensku slúðri. Nei, gaf það verið. Já, og það... Við nefndum ekki... Nei, við nefndum ekki að fara með þetta einhvern veginn beint í lofti. Við ætlum fyrir ekki bara að ringi í þið með þetta. Við nefndum ekki að hafa þið bara sem einhvern ómerkilega móla. Já, maður er bara búin að fá hérna tölvupósta og snöpp og alls konar. Þá getur þú staðfest þetta eða ekki? Já, maður er bara búin að rigna í mann tölvupóstum. Ég get allavega orðað það. Vini eins og ykkur. Já, ok, sjóttu. Já, það var allavega verið að tala við Steinda að svo fór ég reyndar að tjekka á þessu myndin nýfæddum Geirdal komin í 616 likes á Facebook, þannig að það geti kannski verið eitthvað til í þessu. Það var semst verið að ræða það að þú hefði verið að punga út barni bara til að fá likes á Facebook. Þetta er eitthvað sem við fáum náttúrulega bara senda og svolítið, ekki, eftir að drita út krökkum fyrir likes, ég trú, nei. Þið ekki á launum við þessar steipikar, ekki? Það sé það grátlegt í þessu öllu saman, það ekki að borga ykkur þremur, trúðu. Það tala með raskatinu einu sinni í viku. Ég ákvað að hendi í gorm, sko. Af því að Facebooki var ekki nógu virkt hjá mér, sko. Það varum við bara að séð, sko, þú ert að fá þetta hellingslikes, þú ert að fá yfir 600 likes. Það ekki, ég fór að skoða síðan og það hefur aldrei gest á það, sko. Nei, það hefur ekkert gest á það. Barnið mitt er like-leikur, einhverjum með ykkur þremur, þetta er það ykkur. Nei, maður spyrsir, sko, því að þú veist... Þetta var ykkar hugmynd og ykkar hæfileiki er að tala með raskatinu. Nei, þú ert náttúrulega PR snillingur og þú veist kannski svona manna best að svona nýfættur gullmóli, hann er að fara að drita inn likes, hann hrúar inn, sko. Já, ég verð operation óþónd núna á Facebook. Var einhver pæling... Það er eitthvað við, þá er það komið mynd, sko. Það stóð þarna líka í tölvupóstunum sem að Steindi fekk, sko, sem ég trú ekki heldur. Varstu með hashtagið lemon á myndinni þegar hann var nýfættur og hætti við á síðust stundu? Þú ætlar að plugga staðnum í leðheli. Já, það var muna hashtagið. Það er á hendin hérna lemon-badninu, alveg rétt. Lemon-badninu. Ég get svo aðrið að maður. Ég segi, með vinið svo ykkur, þá er engin þörf fyrir óvinni, engin. Það er ekki til í þessu. Nei, það er ekki til, en takk samt fyrir að hugsa það fallega til mínu kæru. Já, ég sagði ykkur þetta strákar, ég vissi að það væri bara... Já, það er gott að tala um þetta núna bara við fjóri, sko. Já, hann er bara, setur inn skemmtilega status og fær likes. Já, þetta var ekkert plana. Það er gott að sé bara búið að slá á þess að kæfta sér. Já, þannig að þetta er ekki like-bann, heldur bara blessing. Ég vil sjá samt eina mynd að nýjasta Geirdalinn fari við 1000 like, minnst algjörð lámar. Já, það er líka allt í lagi að tilla þarna, er ekki allt í lagi að spicy tuna og kannski eitt Mr. Nice Guy og henda á Instagrami maður. Hendi svona lemon props. Og jafnvel að plugga einhverju partíi neðast á myndinni. Ég segi það, eitthvað er gott partí framöndan. 100% sko. Ekki með partíplugg og lemon props á næstu mynd, það er klárt. Herðu, innilega til aðmikið og kistu móður og bad frá okkur. Já, bara. Það var ekki til í þessu slúri. Nei, ég var líka vissum það. Það fá sann strax í vörð sem svona gefur til kynna það eitthvað smá til í þessu. Já, en það sko, þetta er spurning, þú veist, hann fekk yfir 600 likes. Það er gott. Þið fengur líka báðir, ég þarf að vera hendi krakka. Svo getur hann líka like á Íslandi. Já, og svo getur hann verið með svolítið svona follow-up, sko, hann getur verið að henda svona... Fyrsta myndagrisling fara alltaf mestu like. Já, hann er búinn að eyða henni. Hann hefði þurft að vera með eitthvað lemon props á henni. Já, ég segi það, tróða spicy chicken upp í krakkan. Smetliti mynd á Instagram. Þetta var eða svona íslensk slúður. Við vorum að hlera. Hvernig ætlað þú að henda í krakka til að fá yfir 1000 likes á einhvern status? Það hlýtur að koma því í þetta. Var það æstur í lækin? Ég er að segja ykkur að mér er ennþá kallt. Nei, ég er ekki ennþá búin að nefna það, mér er ennþá kallt. Og við náttúrulega glemdu því aðan að þakka Frikka Dór fyrir komuna. Já, absolutt. Og við hvetjum alla landsmenn til þess að henda atkvæði á hann núna morgun. Já, hann er okkar maður í Eurovision morgun. Já, sendum Frikka út. Akkur ekki að breyta hans til að senda Frikka út. Þú ætlar það að finna. Þó þetta sé allt toppfólk. Algjörlega. En það er hægt að fylgjast með okkur félagunum á nærbuksunum, hérna, bara við... Já, Paldi, þú ert á nærbuksunum að snart þetta núna. Það er engunum á nærbuksunum. Það er nú ekki gróft svona með hvað maður hefur gert í sjónvarpi. Nei, það er nú kannski ekki gróft neitt, en það er sko að standa úti með buksunar á hælunum í ykkur sko 12 stiga frosti eða hvað sem er að núti. Þetta er niðurlegandi. Þetta er náttúrulega eitthvað sem þú ert búin að kalla á þig. Þú ert trúður. Nei, alls ekki. Ég var bara, við vorum þetta með kosningu á hann og ég var kosin út.
Það er það sem gerðist. Það var bara það sem gerðist. En hvað ætlar að fara að bjóða okkur upp á? Já, sko, það er búið svo mikið að gera hjá okkur að við höfum ekki náð að fara í sturlaða staðreyndir. Ég komið að þeim. Já, og ég veit, sko, það er fullt af fólki sem nær kannski bara stilla þáttinu meðan það er í bílnum. Og fullt af fólki sem kannski aldrei að hlusta 4:30 en að hlusta núna og fær núna sturlaða staðreyndir fyrsta sinn. Já, akkurat, að fá sínar sturluðu staðreyndir beint í æð. Og eru þær sturlaðar? Það eru skemmtilegar í dag, þó ég segi sjálfur frá. Okay. Eru þið tilbúinir? Alltaf. Já, þetta er svona eina skiptið sem fólk lærir og ég hef nú sagt áður hér í þessum þætti að ég hef nýtt mér helling af stjórnlegum staðrendum og oftast svín virkað. Hvað áttu við nýttir þér? Þú veist bara eitthvað sem ég læri í stjórnlegum staðrendum og hefur gert heima. Já, þú mennar, ekkert svona kannski opnað samræður eitthvað starf. Herðu, ég var búin að heyra, vissið þú til dæmis að einhverju svona íspinnir, þeir hafa alltaf verið svona á hins veginn? Já, ég hef alveg setið og kemur einhver vandræðilega þögn í þessu að þið allir íspinnir og örfendir. Veistu hvað? Þetta gæti verið rosalega fín leið fyrir einhleipa kallmennan úti að brjóta í sig á barnum. Já, að hlusta að nóta niður sturlaða staðreyndir. Ekki spurning. Eru þið tilbúnir? Já. Þá kemur fyrsta. Áþofóbía er hræðsla við blóm. Hræðsla við blóm. Já, er ekki eitthvað rosalega pathetic að það vera hræddu við blóm? Jú, en mér er ekki vel við fyririldi. Okkur. Ég veit ekki maður, þetta er með fálma og vangi og ég er voða lítið fyrir skordýrin maður. Ég er bara... Mér finnst fyririldi flott. Já, þú veist, ég er bara eins og kóngulær, ég er hrikalega hræddur við kóngulær. Er það líka fyririldi með kóngulær? Nei, bara húsflugan og kóngulær og bíflugur og geitunga, mér finnst það allt fara undir svona, kannski ekki húsflugan, mér finnst það allt fara undir sama hatt einhvern veginn. Þetta er bara... Fyririldi er krúsleg. Já, samanlega. En það er eitthvað mjög steikt út með áþofóbíu. Það er ömurlegt að vera eitthvað til dæmis í afmæli eða útskriftaveislu eitthvað og svo þú bara skítað og hræðslega því það er allt í blómum. Já, ég er sammála. Það er hrikalegt. Næsta, fólk í samböndum stundar meiri sjálfsfróun en fólk sem er á lausu. Þetta fannst mér eitthvað styrlað að heyra. Já, og starir á mig. Þú starir á mig, ég sé það. Ég stari ekki. Komdu bara með það, þú ætlar að spyrja okkur að það ekki? Nei. Varpaði bara sprenginni? Ég meina, er þetta eitthvað sem þið kannist við? Nei, ég held ekki. Nei, ég er með þetta skritið. Þetta er það sem ég kalla sturlaða staðreynd. Ég hef haldið að vera öfugt. Já, einmitt. Algjörlega, en fólk verður nú að fá að eiga smá moment með sjálfur sér, það má nú ekki dæma það. Nei. Ertu í því? Hvað er að því maður? Ég segi svona, ég er enginn að dæma, ég er nú bara að tala svona við hlustendur. Þú ert nú nettur svona rungar í þér. Hvað? Hæ? Þú er típan. Er ég típan? Ég að vera hvað? Eitthvað fróðari? Svona léttur rungari. Er ég léttur rungari? Hvað er að gera þetta? Akkur finnst ykkur það? Þú veit svona típan kemur heim eitthvað seint á nóttinu eitthvað. Kemur heim seint á nóttinu? Ég á konu og barn og hund. Hvað er ég komið seint á nóttinu og hvað er ég að fara að stunda það? Þú ert að vinna mikið á kvöldin í tökum og svona. Hvað er ég að gera það? Já, svo kemur heim. Farið til eldhúsborð bara og vera góðu við mig? Ég meinti þetta ekki þannig. Ef ég ætti að giska, það er ekkert verið að dæma þinni. Ef ég ætti að giska hver okkar væri harðastur í þessu, þá myndi ég skjóta þig. Banna að dæma sendilinn. Ég hef alltaf skjótað á Egil. Já, kannski, ég veit það ekki. Herru, næsta, við skulum hætta að ræða þetta. Já, erfiðastu spurning, ég veit ekki með þetta og við fórum að hugsa og mér langaði að spyrja ykkur að þessu og þetta er eitthvað sem við getum kannski tekið í næstu innkomu. Þá ætla ég að láta ykkur gera þetta í næstu innkomu. Erfiðasta spurning sem færð er þegar þú ert beðin að lýsa sjálfum með þér. Já, ég er svolítið sammála því. Lýstu sjálfur. Og nú ætlum við ekki að fara meira í þetta. Ég ætla að láta ykkur gera þetta í næstu innkomu. Erum við að fara að fá svona bara eina setningu eða? Nei, bara einhverja 3 kannski. Finnum úr því á eftir. Svo er það næsta, Bandaríkjamenn borða tæpan 1,5 miljard af kjúklingavængjum næsta sunnundag. Það gerir 3 á mann hjá öllum sem búi í Bandaríkjunum. Ef þessi skipta hann niður. Það er rosa. Það er 1,5 miljardur af kjúklingavengjum. Já, það er rosa. Það er náttúrulega Super Bowl Sunday. Það fylgir Super Bowl. Það verður að vera kjúklingavengir. Ég er að spá í elta ameríska traditioni núna og fá með vengi með Super Bowl. Henda þær á KFC og náður í Hot Wings. Já, bara einhverja vengi, já. Taka talentið fyrst og horfa svo Super Bowl og fá mér kjúklingavengi. Já, þetta hljóma bara mjög vel. Ég hef aldrei dott inn í Super Bowl. Er ég missing out? Já, skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Svo er það næsta. Tippið þarf 130 millilítra af blóði til að ná stinningu. Já. Þá maður hættur að gefa blóð. Nei. Maður þarf að hafa blóð. Það segir sér, vissur það ekki? Maður getur samt alveg gefið það, nóg til. Já, ég veit ekki, hvað viltu tala um? Þú ert ekki til einhverju vissinni.
Sko áðan var ég mesti fróari sem við tala við og núna ég með steiningamandamál. Hvað að gera til? Nei, alls ekki. Hvíta húsið, sem nú ekkert grín. Hvíta húsið metið á $260 million sem gerir 34 milljarða íslenska króna. Já, það bara hannig. Já, það er ekki til söguleg. Nei, ég held að sé ekki að kaupa hvíta húsið. Já, ég held að allavega sé engin fasteg. Þú er ekki til Remax í Washington með þetta á lista. Henda bara hvíta húsinu bara á sölu. Já, þetta kemur svo sem ekkert mikið á orð. Nei, 34 milljarð, ég vil held að þetta verið meira. Já, þetta er fancy. Allir fósettin er búin að vera þarna svona og historian og svona. Já. Þá er á næsta. Já, hestar, þetta er voðalega. Ég byrst afsökunar kæru hlustendur. Þetta er voða eitthvað svona. Er þetta eitthvað að hesta geti ekki farið í stampinu nema að sé með eitthvað? Nei, en hesta stundar sjálfsfróðun með því að nutta kynfærum sínum uppið símastöður og aðra hluti. Þannig að geti ekki gert eins og maðurinn. Nei. En hvað fannstu sturlaðar í dag? Ég segi það, á hvað síðu fórstu? Ekki þess að venjulegu? Jú, bara, það var bara einhver dónaskapbrand í dag. Ég verða viðkynna eitt. Ég greip sjálfa mig við að klóra mér í bakinu daginn á svona hurðakarmi. Ég gerir það rosaloft. Það finnst mér vera svolítið svona, ég vil helst ekki verða svo típa sko. Að fara að klóra mér í bakinu og hlutum. Ég gerir það bara, ef ég er heimaskilur, ef ég er eitthvað að byrja eitthvað að klóra mér. Já, ég var svona, svo var ég bara fann að klóra mér á bakinu á veggjum. Það er ekki gott sko, það er svolítið sérstaklega típur sem gera þetta. Ákjörðu, hvað meinar þú? Ég ger þetta mikið sko. Þetta er svolítið John Candy sko. Þú ert haugur og klórar í bakinu og hurð. Ekki ef ég næ ekki sjálfur, það er engin annar á það. Það áttu bara að kaupa það svona klóru. Já, það er þetta til. Hún er helviti fín. Kaupa það enn. Já, en allavega þá vitið þetta með hestana. Það er, nei, ég get ekki sagt. Hvað er þetta, meira? Nei, það er blöðtelsiról, ég ætla að geima þá. Nei, komdu bara með. Nei, ég get ekki sagt. Af hverju ekki, er hún dónaleg? Varstu að nuttaður fyrir eitthvað? Varstu allsbyr að skrifa eitthvað rugl? Nei, ég var ekki allsbyr að. Varstu nuttaður fyrir ljósastöður og sögurkröki? Nei. Varstu að klóra á stað sem þú vilt ekki tala um? Girðingu? Nei. Bruna hana? Ok, menn þetta er ekki dónaskapur, þetta er eitthvað sem allir stunda hvort þið eru og eitthvað svona. Settur þú tippið inn í klósettinu? Nei, hættu þessu, ég var ekki í því. Fyrsta sinn sem að nei, ég get ekki sagt það. Verður að segja þetta. Áhörðundur vita, þeir verða að fá að vita. Þú er búin að tísa þetta. Þú er búin að tísa mikið. Þetta er samt eiginlega, þetta er ómikið. Það var allir lent í þessu. Ok, fyrsta sinn sem að, nei, girtin að blekja mér um mig. En, ok, ég var, mann ekki 11 ára, 12 ára eitthvað. Fyrst sinn sem þú náður hámarki. Já, þá er ekki best orðað þannig. Fyrsta sinn sem ég náður hámarki. Þá gerði ég eins og hestur, en það gerist óvart. Hvað mennur, varst það nuttaður upp í rafmagnstöðu? Ég lá á maganum á dínu. Ég lá á maganum á dínu og lagið Porsche með Pearl Jam í. Mér varst það svo flott lag. Ég var að byrja að vera svona fullu að svona berja í dínuna og nuttast alveg að því ég verið komin svona fíling í lagið og þá gerist það. Maður hafa ekki að segja bara á þessu. Vini mínu vita þetta samt. Hvað, og náður að hámarki á dínunni? Í fyrsta sinn, ég vissi ekki hvað var að gerast. Mér döð brá bara og vissi ekkert hvað það var. Já, þú mennar, þetta var fyrir slisni. Já, þetta var fyrir slisni og ég var í buxum og nærbúst, ég var í fötum. Ég var ekkert að reyna, ég vissi ekki hvað það var þá að kippa í sig, sko. Nei, þessi er... Varst að hlusta á Pearl Jam? Lagið Porsche. Hear my name, take a good look. Hjakkast á einhverju dínu, hvað vitleis er þetta? Þannig að ég get staðfest að þetta getur komið fyrir. Nei, ég hef annað með, þú har gott að opna sér svona. Ég er endar ákvaða hérna fyrir 3 árum, það er ekkert sem ég segi ekki hlustendum. Nákvæmlega, það er mjög gott. Það er örugglega einhverjum úti sem hefur verið að hlusta á Pearl Jam og nutta sér á dínu. Það eru 2 eftir. Nei, maður er búin að segja mikið hérna samt sko. Það var maður, ég skal lofa þér, ég fæ bömmur eftir þáttir. Það var maður sem braut 46 klósettsetur á hausnum á sér og setti heimsmet. Já. Það er þetta að setja heimsmet í öllu greinlega. Ok, 36 klósettsetur. 46. Strákar, ég held að við getum bætt þetta heimsmet. Já, þú ert að brjóta þér á hausnum maður. Ætla að reyna þetta eina? Nei, ég tek þetta strax tilbaka. Ég ætla að reyna, það væri nú svona gaman að komast í Guinness-bókina. Já. Getum við ekki reynda að finna eitthvað? Menn það lítur að vera eitthvað sem við getum búið til eitthvað nýtt. Þú reynir að slá þetta. Síðasta sturla staðurinn dagsins, 70% trúða eru þunglindir. Já. Það er bara hannig. Það er svona, þú kannast nú orðatildingi trúður með tárið sko. Tári auga trúðsins segja. Já, tári auga trúðsins segja. Og það er sko, ég held að það sé hárrétt. Ég held sko, það sé svolítið hættulegt með þessa mestu trúða sem eru alltaf með trúðslæti að þeir gefa svo mikið af sér á daginn að þeir koma orkulausir heim. Ég er að tala um fólk sem er trúður.
sem fer í trúðabúning Já, ég líka ekki svona trúður eins og við Nei, ég veit það, þeir fara og gefa svo mikið af sér á daginn og þeir hreinsa sig alveg, þeir gefa svo mikið af sér að þeir koma heim alveg uppgefnir og eiginlega bara leiðir Það er rétt, 70% allavega, þetta voru störtlaða staðreyndir En ef þú ert trúður, þá áttu nú bara skila að vera í fílu sko Getum við greiða kæri hlustendur takkið þessa Pearl Jam dínusögu mín og gleið minni strax Hversu mikið verður til að eiga núna bara menni Black pennan á þetta og flassa hlustendur með honum Svo tökum við Loga Bergmann, ætlum að stríða honum hér eftir smástund FM 957 kynnir Bjóddu vetrinum byrgin með eldheitum Blazing Boxmaster. KFC kynnir Blazing Singer Boxmaster með baconi, chipotle sósu, salsa sósu, kartöfluskífu, káli og osti á 1079. KFC, svo... I want to win enough cash to get out of this place for good. Samfum kynir Like I'll find you there. Wildcard You need to come with us. Hljómkvörð mynd með Jason Statham eins og hann gerist bestur One way or another. This is my last night in Vegas. Engin aðdáandi Jason Statham má missa þessari Wildcard, komin í bíó Í sjónvarpi Símans færðu tímaflakk á 108 sjónvarstöðum. Það eina ástæðunum fyrir því að yfir 70% Íslendinga segja að sjónvarp Símans standi framar helsta keppinautum. Komdinn á símin.is/sjónvarp og skiptu núna. Þú getur meira með sjónvarpi Símans. Hafðu það hollt á nýju ári. Spínat grænt, járnríkt og ferskt og passar ákaflega vel á alla okkar báta. Subway. Ferskleiki okkar bragð. Amino Energy gefur þér auknu orku fyrir æfingu eða hvenær sem yfir daginn. Amino Energy inniheldur meðal annars vatnslósandi grænti og engan sykur. 320 milljónar risapotturinn helgina þriðji stærsti getrónapottur sögunnar. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustað fyrir klukkan 2 á laugardaginn. 1x2 við tippum. Nú færðu 15 gigabæt af neti í síman á aðeins 1500 krónur með skemmtipakkanum og öðrum völdum sjónvarpsblokkum 365. Komdu í áskrift 365. Finnst þér vesen að þurfa að vakna snemma þegar þú ferð til útlanda? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keypt þér lítið notaða Airbus. Eurojackpot, förstu dagur til 4. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga. Andanum, ákalla Guð og Jesú Krist en hvað í fjandanum ég á krossgötum með kross á bakinu og bilað úr og þótt ekki farig ekki fet á fjara nærveran mín út við erum ólík ég og þú hvítt ég svart þú byrði í kastala ég byggi í kjallara við siglum í mót vind hafið þið djúfti við ósynd fókið ég bakki þarf ekki akkirinn ræðist ekki sjóinn ég úlfurinn, þú mállösa brúðurinn klæðið ykkur trúðinni hlið við hlið á brúninni ég svet ég elska þig bara aðeins minn en áður fyrr ég get fundið logn í fárviðri ekkert ekki kortlegt sjálfan mig ég kom alla að æfa hvað ljósmynd heiliðinni fræk í svörtu tómi það skinn ekki byrta dauði ljósi þótti ég ekki myndi milja rauða rósir sólinn kemur upp í Íslandi í dag ekki spurning Úlfur hér með 2 plánetur alveg geggjalag þið að hlusta á FM 95 Blö hér eftir smá stund ætlum við að leyfa ykkur að heyra léttan hrekk sem við tókum á Loga Bergmann fyrir í dag ekki missa því, styttist í það er bara hérna næst en fyrst ætlum ég að gera það sem ég sagðist að gera áðan í sturlum staðrindum og ég ætla að spyrja ykkur erfiðustu spurninguna að mati sturlaðar staðrinda lýsið ykkur Egill, ég byrja á þér, lýstu sjálfum þér þetta á vist að vera erfiðasta spurning sem hún færð Já Lýsa sjálfur mér þetta nú frekar sérstætt þetta er frekar sérstætt Já, fegst nú smá tíma, Guð hjálpir þetta er sérstætt, ég veit ekki með þetta ég ekki ánægð með þetta en ég ljós skólharður drengur ég 184 cm á hæð Hættu þessu, þú ert ekki svona vitlaus Hvað? Þú ert ekki Ég sé alveg hvernig þú ert, sko Hvað er það að tala um að lýsa útlitinu þínu? Ég er að tala um að lýsa Nei, hvernig persón ertu? Ég er að horfa á þig Er ég eitthvað miskilega grínið það? Já, greinilega 82 og ljósarður og Það veit allir hlustandi hvernig hún lítur út sko. Við erum að tala um þú ert að lýsa sjálfum þér persónleikuninu Ok, ég er vöðvasmiður og Vöðvasmiður Það er hluti af eina persónleika Ég lifi svolítið lífstíl vöðvasmiðsins Ég er hóver
Þessi var helviti góður. Þú ert allt annað en hóvar. Ekki ljúga en Egill. Á ég að byrja þetta? Gott á smá trúnó. Á ég að byrja? Ég skal byrja. Ég er ekki svona búinn. Já, kláraðu. Ég er jákvæður, en það neikvæð við mig kannski er að ég er fullkomnað sinni. Það er svona sem er stríðað mér. Því sé eitthvað, sem ég vil, ég sæki það. Sem getur verið kostur en bölvun. Og ég lifi eftir mottóinu, þetta er hár og það vex. Þetta er svona lýs ég mér. Þetta er lélegasta lýsing sem ég heyrst á personu sem ég fættist. Vá, hvað er þetta? Það er ekki hægt að fara í neitt svona með þér. Steindi, ég ætla að vona að þú setur mig eitthvað aðeins betra. Já, sko, ég er óstundvís. Já, það er hárrétt í þér. Já, ég er óstundvís. Byrju, hann viðurkennir það? Já, það er fáránlega óstundvís. Þetta viðurkennir það, við áttum að lýsa personu. Ég var að segja áðan frá því þegar ég var að hlusta á Pearl Jam 11 og þú getur ekki eins og lýst sjálfur þér. Blöndal var að hjakkast á dínu 11 ára gamall að missa Pearl Jam og við eigum að geta lýst okkur aðeins. Ég er óstundis og það er náttúrulega hrikalegu galli og sko ég held að það sko spili með það. Ég búi náttúrulega í Mosbæ. Það tekur mér smá tíma að keyra. Þú þarft ekki að útskýra þetta meir. Þú ert viðbjóðslega óstundis. Það er óþolandi. Já. Eitthvað meira? Ég er þrjóskur. Og ég er þrjóskur en metnaðarfullur. Þetta er svona þrjóskur og metnaðarfullur. Ég er með gott jafnægin. Mjög gott jafnægin og ég er alltaf í einskapi eiginlega. Ég fer eiginlega ekki í fílu og ég fer eiginlega aldrei í fílu og ég heldur ég er eiginlega alltaf bara svona samur. Og ég er náttúrulega með athyglisbrest á mjög háist í strákar en reyna að nýta mér það. Þetta er allt sem þú sagðir rétt. En hæð, þyngd Já, ég er 1,78 og 84 kíló og ég er lítill og þippinn. Nei, nú er ekki þippinn. Bara fyrir. Steindi gat lýst sjálfum sér. Þú ekki að lýsa þér? Ég ætla bara að byrja um að lýsa ykkur. Ég ætla að vera mallir í þessu félagarnir. Þú ert nú búin að opna þér rosalega mikið í þættinum í dag. Ég hef alltaf sagt, það er ekkert sem ég fel fyrir hlustendur. Þú komur svo stutt að lýsa ykkur, ekkert eitthvað bara svona. Já, ok, ég er vinu vinna minna. Ég get verið frekar lokaður sem að ég er samt búin að bæta undanfærin ári, var miklu verri. Feiminn drengur frá Sauðárkróki? Já, samt sko ekki eins og í útvarpsbósuna. En ef ég til dæmis í hópa sem ég þekki engan, þá get ég aðeins lokast. Já, er það samt ekki, sko, er það einhver galli? Er það ekki þannig með alla? Þú ert nú held ég meira þess að sko, þarfst ekki bara að vera skrítin að fara inn í hóp hjá okkur liði og vera bara svona alveg líða bara, þú veist, það finnst öllum óþægilegt. Já, reyndar. Svo er ég þrjóskur. Já. Hress. Þú deila ég myndi segja að vera þrjóskar en ég mér þess að og ég er þrjóskur. Það held ég. Og þá held ég þetta sé bara nokkuð nefn komið. Við stóðum okkur bara mjög vel. Þetta er góð dagskrálur. Nei, þetta gáttu við Steindi. Þú gæst ekki lýst sjálf með þér. Það er bara þannig. Mikill munur þarna. En hér, þetta er svo gott lag maður. Langt sinni sett þetta á. Hvað er framöndan? Hér eftir smá stund heyrið þegar við vorum að hrekkja Loga Bergmann fyrir í dag. Hann er að byrja með spurningarbombuna aftur. Svo ætlum við að henda okkur í myndir fyrir cash og við ætlum að taka karaoke í lok þáttar. Það er bara hárrétt, þannig að það er nóg framöndan. En fáum lag sem er allt og langt sinni að komið hérna á fónin. Þetta er Muse og Resistance. Tjekka á þessu. 95 blö á FM 957 og það vil svo skemmtilega til að við erum komið með gestinga inn í stúdíó. Hann heitir Sveppi Krull, verður velkominn. Þakka þér, menn. Mushroom. Og við ætlum að fá Sveppin með okkur í smá grín. Við ætlum að stríða Loga Bergmann núna. Hann er sem sagt að byrja aftur með spurningabombin í kvöld og við ætlum að hringja í hann og spyrja hann hvenær hún byrjar en við erum allir með einhverja ömulega afsökun fyrir að horfa ekki á þáttinn. Þannig að okkur er basically drullu saman, látum þannig. Og við skulum bara sjá hvernig það fer í hann. Er ekki til í þetta? Já. Þetta til ég að fokk í Loga Bergmann, ég skilju. Já, og þú byrjar þá, Sveppi. Já. Þú byrjar, svo tek ég, svo Egill, svo Steindi. Við höfum það rauðina. Það er allir að spyrja hann hvernig hann byrjar. Það er bara hann í. Halló? Logi? Já? Sætlunum Sveppi hérna? Nei, blessaður. Hvað segir kjærleginn? Það er léttur. Það ekki? Búið að taka upp þáttur fyrir kvöldið það? Já. Heyrðu, klukkan hvað byrjar þátturinn? 10:08. 10:08 í kvöld? Já. Já, fokk maður. Ég ætla að reyna að kíkja á hann en ég geta ekki, ég er að afþýða hakk. Já. Annars myndi ég pottið reyna að horfa á hann. Já, það fer helvítið ítla saman, það veistu þetta. Það er ekki náttúrulega. Logi, sætlun nautið hérna. Já, blessaður. Blessaður, hvernig sagði hann byrja? 10:08? Já. Ég er að skila spólum, maður.
Ég get ekki hort. Vá, í alvöru. Logi, blessaður, Gilsi hérna. Já. Hvernig staðan að byrja aftur í kvöld? 10 mínútur fyrir 8. Já, ég er að hrista með próteinsjaka eitthvað annað og anskotin. Þetta er ekkert á klukku, það breytir einhver. Þú veist ekki hvernig klukkan 10 mínútur í 8. Býtir hann 10 mínútur í 8, Logi? Þetta steindi þetta? Já. Ertu ekki að grínast? Nei. Anskotin, ég ætla að kaupa með Salen Lights í mjúkum upp í skalla í En er þetta ekki stemning bara? Ég er því miklu fáið Anskotin, þetta er svo óæmilegu tími fyrir okkur alla, maður. Þetta er mjög fyndið, það er bara tímaflækið svo kannski, ráðu því það. Já, þá tökum við þetta bara á vandinu. Já. Herðu, hafðu það gott, mestari? Hafðu það gott. Ok. Já, þetta var Logi, við fengum ekki, ég held að myndi fá bara bununa frá honum. Já, ég held að myndi drulla yfir honum. Það var óvenju lett yfir honum í dag. Já. Við náðum honum held í pínu þarna, sveið með það, enda fór hann illa með okkur síðast, ef ekki að segja staðans 1-1. Þetta var, bara loga hodnið, en þið vitið það allavega, kæru hlustendur, að þáttunum byrja 10 mínútur 8 og auðvitað kíkja maður á. Þetta eru skemmtilega þættir. Stærsti íþróttaviðburður Bandaríkjanna er í beinni á Stöð 2 Sport. Sjáðu 2 bestu liðin berjast til síðasta manns og flottustu sýningu sem getur í hálfleik. Það sem engin önnur en Katy Perry stígur á stokk. Super Bowl á sunnudag. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það eru American Style, Fitnessport, Doritos og Samsung sem færa þér Super Bowl á Stöð 2 Sport. Harmar hlutinn sinn, hásetinn, alveg fram á laugardag. Þá stefnir potturinn í 21 súrsaða þorra miljón. Lotto, leikurinn okkar. Síminn, Carlsberg Léttul og Icelandair kynna Skrillex á Sónar Reykjavík. Sónar Reykjavík í Hörpu dagana 12., 13. og 14. febrúar. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Buxur, pils, kjól eða jafnvel peysu. Kíktu á útsöluna í FNF. FNF Kringlunni. Alvöru burger og alvöru shake. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Ert þú að æfa ómarkvist? Vantar þig áskorun í ræktinni? Viltu bæta formið? Á vefsíðunni thinnlikami.is finnur þú 12 vikna áskorun sem að veiti þér aðhald og ráðgjöf til að ná árangri. Kannaðu málið strax inn á thinnlikami.is. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Það verður ekkert gefið eftir í toppslagnum á brúnni. Tippað á Chelsea, Manchester City. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Nú eru síðustu dagar útsölunar og enn meiri verðlækkun. Götumarkaður og ótrúleg verð. Kringlan af öllu hjarta. Stór útsala tölvulistans klárast helgina. 1000 tölvuvörur á alltaf 70% afslætti. Tölvulistin. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi June, Rauðan Blöndal og Egill Gils Einarsson með ykkur á sem glæsilega degistráka. Klukkan er 20:06 og það er komið að myndir fyrir cash. Já, þetta er svo fljótt að líða. Þetta er svo fljótt að líða, það er alveg, það er óþolandi. Ég væri til að vera, þetta væri svona 5-6 klukkutíma þáttur. Það væri þægilegt. Veit ekki með það. Allavega 3 tíma. Já, segj mig það, ég hugsa að fara létt með. Þetta er minn uppáhalds dagskorður, myndir fyrir cash. Það er komið að myndir fyrir cash, kæra hlustendur. Ég er með 3 spurningar, spyrir drengina og það eru vissar uppæðir fyrir hitt og þetta og þeir segja hvort þið myndi gera það ekki. Þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Tilbúinir drengir. Býtu, ætlum við ekki að spila trailerin? Já, push the button. Nei. Já, er það ekki? Við getum ekki, ok. Ég fer samt að stytta nú er ég ekki að grínast. Við verðum að fara að stytta. Ég segi við lengi mann. Við verðum að fara að stytta. Höfum hann allavega, spilum hann allavega núna. Ég er í feeling fyrir honum. Would you like to have pockets full of cash? Komið að myndir fyrir cash. Herðu, ég haf búin að gleyma nikkinu þínu, nýja nikkinu. Cash. Nei, það er Jú, ekki nýja. Það er rosalegt nafn. Já. Það er ekki nýja nikki mitt. Hvað ætla Cash að gera helgina? Spurðu hann. Hæ? Spurðu hann ef þú finnur hann. Cash?
Það er rosalegt. Það er rosalegt nafn. Það er eiginlega betra. Hvað sem þú kallar með þetta, menn ég alltaf kallaði Cocksocking Junior. Ég mun láta það festast. En Cash er samt á öðru leveli. Það er samt, þú veist, það er grjótart. Það er hætti ekki Cash. Það er bara ógeðslegt. Það er alvöru nafn. En það er skárið í Hver er með? Ég er að spája að koma hérna Gummi og Siggi og Óli og Cash eru með mér. Já, það er bara ekki að fara að gerast. Herru, hérna næsta, fyrsta spurning. Tilbúinir? Já, við erum klárir. Ef þið fengið milljón á hverja bólu sem kæmi í fésið á okkur, en þær myndu varað eilífu, hvað tækið marga bólur? Ok, erum við að tala um bara klassísk úlingabólu með grefti og... Já. Það er bara gröftur í henni. Gröftur í henni. Það er þetta að vera svona, þannig að þú hittir ykkur. Lítið hvít. Það liggur við að einhver segir bara, þú þarft að fara og krista þetta. Já. Vera pizzaface bara. Þetta er allt í lagi, skilur að vera hérna, veist, þetta er lagið þegar maður er úlingur að fá allir bólur og ekkert að vera með bólun. Ég er að tala um þú bara eins og þú ert í dag, þú ert að verða fertugur. Herru, ég er nýorðinn 30. Og þarf það að fá úlingabólur. Akkur þarf alltaf að klína á mann öllum þessum árum. Sko, þetta er helviti góð spurning. Það er að vera í andliti, getur þetta farið allir? Nei, andlit, allt í andlit. Er það? Já. Ég nefnilega hefði alveg verið til í kannski 2-3 bólur á læri eða eitthvað. Ég meina, maður mætti sitta baki um það, maður er að ná sér í 100 kúlur, sko. Færðu milljón fyrir hverja bólu? Já. Ég segi... Hún er var. Ekkert, 0. Hún er var. Ekki ein bóla, 0 krónur, því miður. Nei, málið. Ok. En hvernig eru þessar bólur? Er þetta eins og ný kristalbólur eða? Já, ok, sleppa þessu hvítu. Sleppa hvítu? Já, þannig að það er bara kemur rauð bóla. Já, þetta er bara bóla. Já. Ok. Fáum miljónur hverja. Er það samt ekkert hjá þér eiginlega? Nei. Sko. Ok, en myndir þú taka eitthvað snendi? Sko, mér fannst eftir þú tókst gröftin alveg út og þetta er orðið svona, þetta er náttúrulega alltaf nabbi, eða ekki, svona, þetta er bóla, þetta er rautt og svona svolítið þrúti og svona, já, ég tæki fjóra bólur. 4 bólur, tæki 4 miljónur, hvað myndir þú setja þér? Ég myndi setja svona, kannski á hálsinn og baku eyrað. Þú myndir náða þetta í 4 miljónur? Nei, viðstu, Jú, anskútur hafa, ég myndi taka 4 bólur, reyna að hafa það svona bara lúmskar. Dreifa þeim svona. Dreifa þeim bara, það ekki? Ok, þá er það... Þú leiði mér eins og okkur hálfvitaðina, þið horfið á mig eins og... Nei, þetta er bara ég ránað með, þú ert bara hinskilin. Ég myndi örgulega taka 2, 3, 4, 5. Stíka það. Erðu, hérna, aldrei tala aftur við vini og fjölskyldu fyrir 100 miljardar. 100 miljardar? Já, ég ætla að segja strax nei á þetta. Þetta er rosalega mikið cash, sko. Já, þetta er ekki dýl, sko. Nei, þú ert að hugsa þeim. Er þetta ekki dýl? 100 miljardar. Það getur sagt þetta. Það hefur sagt að það sé engin dýl. Þú getur keypt Ég ætla að minna á það Foreldræðinir eru mjög líklega að hlusta á þig. Já, voru ekki að gera upp í bústað. Þú varst að segja að þú væri á leiðin upp í bústað, ætla að hlusta á þáttinn og þau eru að hlusta. Þú ert að taka ákvörðun að salta þau. Það var hverja Ester og eina fyrir 100 miljardar. En ég má eignast nýja celebrity friends, eða ekki? Jú, og mátt bara kaupa þig nýja celebrity parents líka. Sko, ok, ég get keypt mér hús í Monte Carlo sem er svona 800 til 900 fermetrar. Labba út, stíi beint niður á snekkjuna mína sem ég spóli í burtu. En þú getur ekki notið þess með nýja celebrity friends og það er svona mikið að cast og sjálfkrafa að koma celebrity friends. Þú varst að tala um að myndi sleikja handakrikana með McConaughey. Ég hugsa að þetta myndi speglast við. 100 miljardar. Já, en þetta þýður, þú mátt aldrei hitta fjölskylduna en á viniðin aftur. Þau getur ekki komið á snekkjuna en heimsótti í Monte Carlo eða neitt. Nei, ég tek þessu. Þetta er bara það mikil upphæð í miður. Þetta eru 100 miljardar. Ég er ekki að segja bara, já, veist að því ég er hérna í beinni. Ég myndi aldrei gera þetta. Ekki sjens. Nei, þetta er ekki dýl, sko. Nei. Það er ekki hægt. Ei, þú myndir bara... Ég bara keypt meira land. En, sko... Þetta kaupa Grænland. Já, til að hanga einn þar. Þetta ekki. En hvað eigum við... Þetta er svolítið særandi fyrir okkur öll. Ég hef keypt fótboltalið. Ég ætla að kaupa United. Þú getur það, 800 miljardar. Þú getur gert hvað sem er. En nema, þú getur ekki... En við, ég og Ötti getum aldrei kíkt á þig, sko. Ég var nýja celebrity friends, mér skýt saman miklu þá, sko. Ég er bara að chilla með Matthew McConaughey og Matt Damon og... Hey, Matt Damon, er þetta með nýskaldan? Thank you. Heldur að Matt Damon er að hanga með öllum sem er 100 miljardar? Ég held að ég har mér góðu félagar. Þetta var full létt spurning fyrir einn maður. Þá er það þriðja og síðasta. Myndið leyfa öllum leyndamálum ykkur að afhjúpast fyrir 50 miljónir. Öll leyndamál sem þið eigið, það myndið bara allt fréttast. Ég held að ég eigi frekar léleg leyndamál, sko. Já, ég var nefnt að reyna að hugsa þetta á hvort það væri eitthvað hjá mér sem mætti ekki fréttast. Maður á svona frekar svona léleg leyndamál. Það er alltaf eitthvað 1 og 1. Já, en þetta, sko, aðalaldrið er að þú átt náttúrulega alltaf leyndamál þá, þú veist, það hefur einhver sagt í leyndamál. Til dæmis ef öll leyndamálin þín afhjúpast Steindi, það fréttist með þig og hundin. Með mig og hundin, hvað er þetta að segja? Hvað er eitthvað alveg? Sultu, Danni. Heyrðu, hættu þessu.
ekkert svona. En til dæmis svona eins og segjum að þið hafi kannski sagt mér leyndarmál. Já. Og ég myndi taka þessum til, þá ég að stinga rosalega margi bakið með þessu. Góður punktur, maður náttúrulega að klúðra kannski leyndarmáli sem aðrir búin að segja manni. Já, en svona mín persónuleg leyndarmál eru, ég held að myndi engin vera neitt. Þetta full lítið myndi ekki nenn að pæli þeim, sko. Full lítið cash. Já, ég ætla að setja nei á þetta út af prinsipi. Þú hefur sett 200 kúlur á þetta, líklega að fengi ég á. Já, sammála. Þú ætlaði nú bara kveðja fjölskyldu og vini fyrir 100 miljardar. Já, hún grins, það ekki forever Cheating, beating, Indian to the G, they beat us. Já, bara Miss Jackson eins og lagi heitir. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö, en ekki mikið lengur því að við strákarnir erum á leiðinni heim. Klukkan er að verða 6. Tíminn flaug frá okkur, klukkan er, hún er bara að verða 6. Og við erum hérna síðan 4 í dag. Þetta er búið að vera góða þáttur. Þetta er búið að vera veisla. Við fengum Frikka Dór og Sveppi Krulda til heimsókn og það var allt að gerast. Þeir sem hafa áhuga á því að sjá Steinþór Hróar á nærbuksunum, addiði FM 95 Blå á Snapchat, þar er hann á nærbuksunum og Frikki Dór er með honum á nærbuksun. Það ættu líka allir að vera búin að adda FM 95 Blå á snappinu. Já, algjörlega. Það er alltaf random dót að detta þarinn. Akkurat, og þetta er örugglega eitthvað enn helgina. En já, við verðum mættir hér aftur næsta föstudag, þá er komin febrúar, kæri hlustendur, og já, ekki verður við síður í gýrtum þá. Nei, þá erum við komin með vor í pungin og jafnvel að maður rífi bara flippan af einum í stúdíunum. Bara aldrei að vita. Það er enginn að dæma. Það er ekki ólíklegt. Gott að vita að Steindi byrjar að plana það hér viku fram í tíman. Ég vinni á Ísland Got Talent sem er á sunnudaginn, klukkan til hamingju með fyrsta þátt. Æðislegu þáttur. Og þú æðislegu kallið minn. Það er bara svoleiðis. Þú ert bara þessi þáttur, þú er ekki sjónvarpsmaður Íslands. Akkurat. Takk fyrir það, horfið endilega á Ísland Got Talent á sunnudaginn, svo náttúrulega Super Bowl líka, þannig að það er þetta eiga Super Sunday. En hafið það gott helgina, við heyrumst eftir viku, kæru hlustendur. Takk fyrir okkur. Hoi An, hæg elda nautakjöt, brakandi ferskt kimchi, sjóðheit bang bang sósa, steikt ferskt grænmeti, hvítlaukur og kóríander. Nam, nútíma asísk matagerð, Nýbúlavegi og Bílsöða. Langar þig í heimsreisu, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó á Tælandi, lærað surfa á Bali eða upplifa menningarundur Indlands. Hafðu þá samband við okkur. Kilroy, við látum drauma rætast. Kilroy.is 46.000. Það er fjöldi þeirra þátta sem voru sóttir inn á ABC Studios í sjónvarpi Símans í síðasta mánuði. Þessi spennandi efnisveita er ein af ástæðunum fyrir því að yfir 70% aðspurðra segja sjónvarp Símans standi framar helsta keppinautnum. Komdu inn á símin.is/sjónvarp og skiptu núna. Þú getur meira með sjónvarpi Símans. Við seljum bensín, Atlantsolía, lykillinn að lægra verði. Amino Energy gefur þér auknu orku fyrir æfingum eða hvenær sem yfir daginn. Amino Energy inniheldur meðal annars vatnslósandi grænti og engan sykur. Þorra matur. Nei. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut beint á móti Kringlunni. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keyptir óðalsetur í Suður Frakklandi í toppstandi og stutt í alla þjónustu. Eurojackpot, föstudagur til 4. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Nú færðu 15 gigabæta af neti í síman á aðeins 1500 krónur með skemmtipakkanum og öðrum völdum sjónvarpsblokkum 365. Komdu í áskrift 365. Skemmtun í hæsta gæðaflokki. Where you gonna be? Right here. Keep it right here. Þetta Now let's go FM. Komið sæl og blessu og velkomin að útvarpstækjunum. Föstudagur í dag, 2 harður og 1 dúnmjúkur farnir í bili. Við sittum saman í 2 tíma þar til að FM-partí ríkur í gang. Í beinni frá Reykjavík. FM. Flott frá þeim í One Direction. Þetta er Night Changes og er að verða eitt af vinsælasta á landinu í dag.